Komið sæl. Það er sunnudagur í dag. Þá sjáum við kross á húfunni, stundur líka á skyrtunni. Þessi er rosalega flott. Þetta er ekki flott skyrta. Just það. En það er sunnudagur í dag, svo vorum við að segja, og sunnudagurinn á þessum bæ er frátekinn, veistu fyrir hvað? Kirkjuna. Sunnudagurinn er búinn að vera frátekinn fyrir kirkjuna í áratugi. Já, ég held að með segja það. En fyrir þann tíma, þá fór maður ekki í kirkjuna. Það vissi svona já nafninu til hvar hún var, en það fær inn í hana, nei takk, það var ekki. Af hverju? Það er einfalt svar til því. Ég hafði engan á að vera. En svo aftur á móti kynntist ég Jesú og þá vaknaði áhuginn fyrir því að fara í kirkju. Og ég man alltaf eftir því, svona vitnisli og það kom til mín mjög fljótt að ég er að tilheyra einhverju söfnuði. Og hvað er söfnuður? Söfnuður er bara annað orðið í kirkju og enn minn. Ég er búinn að vera í kirkjunni síðan. Fann söfnuð og þessi söfnuð sem er í dag, hann er þriðji söfnuðurinn. Þessi kall er að plakkandi á milli safna. Það var nú ekki það, þetta einhvern veginn bara æxlaðist þannig að en ég hef stoppað hérna, búinn að vera hérna í mörg ár. Og er svo sem ekkert á leiðinni neitt það burt. Já, þetta er nú bara, segi ég nú í dag, bara hinn fjölskylda minn í raun og veru. Þannig verður þetta. Og Drottinn stóð við það, hann sagði, ég verð að vera í einhverju söfnuði. Ég man alltaf eftir þessu. Ég sagði við hann, ég þarf að vera í söfnuði og ég er búinn að vera í söfnuði, já, hvað er ég búinn að vera lengi? Já, ég er búinn að vera í söfnuði yfir 30 ár. Ég er núna í þessu söfnuði, búinn að vera hjá nokkuð lengi og ég er ekkert að fara neitt. Kross á þeim stöðum. Krossin er merkið. Til hvers? Krossin er merkið Krist. Það sést þarna á þessum hérna kross, Kristur hangir á honum. Svo eru 2 auðir krossar við hliðina á honum. Og þessi krossi Kristur er á, hann er líka auður. Veistu af hverju? Hann nefnilega reis upp. Og það er ástæðan fyrir því að kirkjan er til. Hann reis upp og hann stéð til himins. Og svo var kirkjan stofnuð á hvítasunnudag fyrir martlöngu. Og hún er enn. Ég hugsa að kirkjan sé elsta fyrirbrigðið sem að þekkist á jörðinu. Ég hugsa að það sé ekkert annað sem er búið að vera til svona lengi eins og kirkjan. Þannig að hún er ekki alveg ný á nálinni, þannig að það er greinilega alveg ljóst að greinilegt að fleiri ég hafa fattað að það er til kirkja. Ég hef engi sagt í kirkjuna, þá er til lítils að vera með kirkju, en hún er vegna þess að það er alltaf einhverjir sem sækja hana. Það eru alltaf einhverjir sem að tilheyra kirkjunni og eiga þennan sama stað, veistu fyrir hvern, það sem eru sama sinnis og þessi kall sem að hér er. Þannig hann er ekkert einn í þessu. Við erum margir og mörg sem að viljum vera það sem Kristur er lofaður. En nákvæmlega, Kristur gaf okkur stað sem hann er lofaður á.
Við köllum þetta hennar stað kirkja. Svo til annað orð yfir þetta sama, sem kannski svona nútímalegra orð, og það söfnuður. Söfnuðurinn náttúrulega til í orði Guðs þannig að það orð fættist ekkert í gær eða með þessu kalli hérna. Það er neitt annað sem tilheyrir trú, og orði Guðs. Það byggir allt á orði Guðs. Ef orði Guðs væri ekki notað, nýtt, kennt og skilið, væri ekki kirkja. Því að trúin vaknar, þá kveiknar áhuginn fyrir því að gera eitthvað með þetta sem þú átt. Og hvað áttu? Þú átti trú. Það áttu til. Og trúin verður aldrei frá því tekin, og það er eina sem getur breytt því, og það er ein manneskja, og þessi manneskja, nefndu nafnið þitt, gæti breytt því. En á meðan að þessi eina manneskja, þú, breytir því ekki, þá verður þú áfram það sem þú ert í dag og tilheyrir kirkju. En það hefur svo sem sést undir iljarnar á sumum, en hvað getum við gert í því? Það er ekki vegna þess að eitthvað hafi gerst hjá manneskjunu, kannski er eitthvað leiðileg, ég veit það ekki. Þá er það vegna þess að við erum ekki á réttum stað með þetta, ef við erum ennþá á þeim stað að taka orð manna og nærra okkur. Það er nú eitt af því sem maður lærir, en þetta hefst ekki nema að þú þraukir. Hristir þetta af þér þegar það kemur og haldir svo áfram. Það er nú það sem maður hefur gert. Maður hefur hrist af sér, þetta er maður lent í mörgu, en maður hristir af sér og heldur svo áfram. Það er svona lykillinn að því að endast inn í kirkjunni. Og eins og ég er að segja, mér hlakkar mikið til þess, áður en að ég hafi allan annan aðgang að kirkjunni og er þakklátur auðvitað fyrir það. En ég man alltaf eftir því að þegar ég var út á landi og þá var ég trúaður maður og ég öfundaði þá fyrir sunnan alveg svakalega. Allt miklu betra fyrir sunnan, þú veist það. Ég öfundaði þá alveg svakalega af allir þessi kirkjum sem þeir gátu sótt og verið ég að þeir vildu. Og svo kom ég suður og þá var ég fyrstu skiptin bara þar ég inn í kirkjunum og ég var á samkomum á hverju kvöldi. En svo það er ekki lengur. Og ég er bara á einum stað núna og þá allavega maður sjáist inn í öðru söfnuðum frá því að maður hætti því og það er mörg ár síðan. Í sjálfu sér, er þetta, kannski er það ósiður að vera að þvæla svona á milli safna, ég bara veit það ekki. En einhvern veginn fannst maður hafa þörf fyrir það á þessum tíma. En svo breyttist það og kirkjan sem ég tilheyri núna, hún er mér alveg nóg. Dagskráin þar, hún er manni alveg nóg. En það náttúrulega líður ekki sá dagur að maður sé ekki eitthvað að sýsla í sambandi kringum orð Guðs, þannig að þú ert alltaf í þessu og annað borð af því að þú tekur þetta alvarlega. Þannig að þú ert ekki með hangandi hendi við trúnaðina og veistu hver sér að þú sért ekki með hangandi hendi við trúnaðina, hann heiti Jesús. Þannig að þú getur ekki að þakka þér þetta neitt nema það að þú bara lofar Guð upplyftum höndum þess vegna. Hann er lykillinn að þessu öllu saman og hann er sá sem er drifkrafturinn fyrir mannesku, borð við mig, og segðu þetta með mér, mannesku borð við mig. Og árum seinna þá erum við ennþá við þetta og það sem er líka merkilegt, í töluvert meiri eldi en við vorum þegar við vorum að byrja í þessu, vegna þess að ganga, hún gefur manni staðfestu, maður vill virkilega standa sig í þessu og maður vill virkilega standa sig í þessu, en er fyrir margt löngu hættur að pæla í því hvað öðrum finnist það.
maður horfir bara á Jesú, hann mér allt og ef hann vill umbuna þá gerir hann það. Mér alveg sama þó aðrir menn gerir það ekki, þeir þurfa ekkert að gera það frekar en þeir vilja, en við getum auðvitað alveg farið fram á það að við sýnum hvorum öðrum allavega almenna kurteisi. Ég get nú ekki kvartað undan því að það hef ekki verið gert. Sjálfur hefur mann reynt að sýna öðru fólki kurteisi. Það nú bara lágmarks framkoma við annað fólk eða ekki annars rétt. Þetta gerist vegna þess að í skinni sínu maður sáttur. Maður sáttur og hver gerir maður svona sáttan? Þú veist að hann heitir Jesús. Þannig að ég að tala lifandi veruleika þegar ég tala Jesú. Eitthvað sem var eða einhverja bækur að segja Biblían talar Jesú, en Jesús lifandi. Það hefur maður séð aftur og aftur, hann býr í hjarta manns. Hann talar til manns þaðan, allavega gerir hann það við mig, þess að þegar hann segir eitthvað þá veit ég að það kemur þaðan. Talar hann oft við mig? Já, oft, já. Og hvernig virkar það á einu minn? Þegar hann talar við mig, bara veit að það eitthvað sem hann ætlar til að ég geri. Og gerir kallið það? Já, ég hef nú gert það. Það sem maður hefur gert gegnum tíðina hefur allt verið að hans undirlagi. Og hans vilja og ég hef nú reynt, ég hef farið bara í það helst eins fljótt og ég get. Og þannig hefur þetta orðið til eitt og öðru. Má segja það sama gildi þetta símaspjall mitt og það eiginlega bara vilji Guðs að ég geri þetta. Og þú sem að þekkir þetta, það nú yfirleitt eitthvað Guðs orð sem að kemur í gegnum þetta kerfi og ef maður talar eitthvað annað þá það svona í bland við hitt. Og það ekki allt í lagi. En aðalatriðið það að þú vilt lofa Guð. Þetta ekkert gert til þess að þú sjáu hvað þessi maður trúar. Það langt síðan ég áttaði með því að það öllum sama það. Þannig að þetta snýst ekkert það. Þú ert ekkert að upphefja þig neitt á því að tala svona eins og hér talað. Þú ert bara að lofa Guð. Eins ég var að segja á þann að þá öllum sama það hvort að ég sé trúaður eða ekki og akkur ætti mönnum ekki að vera saman það. Mönnum það. En þér í sjálfu sér ekki sama það. Þú vilt að drottinn sé upphafinn í sínu lífi og að því hann það, þá finnst þér þú verða að segja frá því. En drottinn veit alveg hvað hann syngur og hvernig hann á að gera þetta og hvað á að gera til þess að trúin útbreiðist. Þetta allt saman í besta mál, þannig séð. Þú heyrir tónlistina, hljómsveitin byrjuð að æfa. Ég hérna við hliðar á sviðinu, þess vegna heyrist þetta svona vel inn. Og hvað ég að gera hérna? Það er sína hana, ég skal sína hana. Sjáðu myndirna þarna. Þetta myndirna sem þú sér í beinu útsendingunni. Og ég hérna að sé staðins í takkaborðið hérna. Já, þú sér þarna smá takkaborð og sína það. Það sér það bara. Þarna fara stjórnstöðunar, þarna fer stjórnir fram. Sviðið, þú sér þarna á myndinni þú getur ráðið í hvaða mynd þú ert að sjá í sjónvarpi eða í skjánum við hefum að tækni öld forfeðurnir maður, þeir hefðu nú aldrei hrist höfuðið maður ef þessi væri eitthvað að tala og þessum ætti þá, það ekki þú hérna að vera maður sjá langt þar tíma þetta nútími. Ég veit að þið rekur ekki neitt og rogast hans yfir því að svona talast þegar þú ert með þetta fyrir augunum á þér allan dag. Netið maður, það aðal græjan. Ég var að spá það í það daginn, eða bara ekkert langt síðan,
ég held það að sjónvarpið sem slíkt að það eigi eftir að fjara út með tímunum. Og hvað ég fyrir mér því? Ég fyrir mér netið. Ég tek bara eftir því að á netinu eru framleiddir þættir sem eru miklu betri heldur en nokkurn tímann sjónvarpsefnið, finnst mér allavega. Ég man eftir nokkrum þáttum á netinu, man ekki YouTube, nú allt á YouTube, ég man ekki hvað skiptir engum máli, sem eru miklu flottari þættir heldur en nokkurn tímann sjónvarpið er að sýna. Þannig að, og ég held að þessir þættir séu ekkert á neinni sjónvarpsstöð. Ég held alveg örugglega ekki. En þetta er á netinu. Þannig að mér sýnist að netið sé að taka við þessu öllu. Ég spái því nú að þessar sjónvarpsstöðar muni líða undir lok með tímanum, en ekki sjónvarpið sem slíkt, heldur það færist meira og minna inn á netið. Mér sýnist þróun að vera þessi. Því að sjónvarpsstöðarnar eru ekki að framlega nema einhverja svona hálfgildismyndir og einhver leiðindar efni, einhverja nöldrara í kallag og kellingaformi, þá nennir enginn að horfa á það. En mér sýnist að þetta sé skiptingin. Þú sér á netinu miklu áhugaverðara efni, leikið efni, gott efni, heldur þú sér nokkuð tímann í sjónvarpinu. Þetta er nú allavega það sem ég er að sjá. Þannig að við lifum á þessum tímum. Já, ég spái því að sjónvarpið muni líða undir lok, ekki kannski á morgun eða hinn, en með tíman. Svo fyrir utan það, að þá er netið 1000 sinnum ódýrari leið fyrir allt svona efni heldur nokkurn tímann sjónvarpsstöðum, því að það er ennþá alveg rándýrt dæmi. Sjónvarpsstöðvarnar eru náttúrulega mikið batteri, þær nota gervihnettina, held ég alveg örugglega. Ja, kannski er ég ekki að segja rétt núna, en allavega held ég að þeir séu ekki að gera út á netið. Það getur séð þetta allt á netinu, ég held að séu samt ekki að gera út á netið eins og sumir af þessum þáttum gera, og þeir eru bara sýndir á netinu. Flottir þættir, velgerðir þættir og velleiknir þættir og allt saman það. Þannig að mér sýnist að sé alveg ljóst hver framtíðin í þessu er. Ertu ekki sammála mér annars um þetta? Ég er alveg viss um það. Ef þú fer að pæla í þessu þá heldur þú sért það nú bara, svei mér, sé það nú bara á þér. En nú er ég líklega komin laglega út fyrir efnið. Og að því ég fór svona laglega út fyrir efnið, þá þetta stopp bara hér og kem inn með eitthvað efni einhvern veginn seinna. Vertu alveg viss um það.